Komið sæl og góða kvöldið, verið hjartalega velkomin í daglegan biblíulestur Frelsiskirkjunnar. Endilega grípið biblíun ykkar og lesið með okkur í orðinu. Það skiptir miklu máli að lesa með en ekki bara hlusta. Ef þið ekki með hennar biblíu handhæga þá skulle endilega bara hlusta og síðan fara strax á morgun og kaupa ykkur eintak. Og biblían fæst í öllum bókabúðum, myndi ég segja, almennum bókabúðum og kostar ekki mjög mikið. Það eru margar mismunandi gerðir af biblíunni, það er að segja útlit, stærð og svo framvegis og þið bara finnið eitthvað sem hentar ykkur og höfðar mest til ykkar. Og ég held að ódýrustu biblíunar sé eitthvað í kringum 5.000 kallinn í Pennin Eymundsson. Þannig að endilega kaupa ykkur biblíu, þetta er besta fjárfesting sem þið getur nokkuð tíma gert. Og ég ákvaði áhrifin á því að lesa daglega orðið Guðs og stórkostlega. Þannig að velkomin, gott að sjá okkur. Í dag erum við að fara að lesa hvorki meira né minna en 11. kaflan í Markús og Guðspjalli og það þýðir að við erum langt komið með Guðspjalli. Þetta er stysta Guðspjallið af Guðspjallunum fjórum. Þetta er jafnframt elsta Guðspjallið og það er hérna 16 kaflar í Markús og Guðspjalli. Og 11. kaflinn er tiltölulega stuttur. Þannig að endilega lesið með okkur í minni þýðingu sem er 2007 þýðingin er Markús og Guðspjall á blaðsíðu 60 í Nýja testamentinu. Og ég hef sagt þetta áður svolítið ruglingslegt blaðsíðutalið, biblían er þannig byggð upp, þetta er 2007 þýðingin að fyrst finnum við Gamla testamentið, það er hérna fremst í biblíunni sem er langstærsti hluti biblíunar. Síðan í miðjunni eru svokallar apókrýfu bækur sem eru svona, kalla þetta stundum B-biblíuna, mjög svona heila bækur en uppfylltu ekki þau ofur ströngu skilyrði sem þurftu að uppfylla til að vera hluta af biblíunni en er í mínum huga mjög merkilega bækur og gott að lesa líka. Og svo síðast aftast í biblíunni, það er Nýja testamentið og það er bara langstærsti hluti biblíunar og það byrjar nýtt blaðsíðutal í Nýja testamentinu þannig að það er mjög skrítið að vera komið svona rosalega aftarlega í biblíuna en vera bara blaðsíðu 60. En þannig er það og við erum að fara að lesa 11. kaflan í Markús og Guðspjalli. Endilega lesið með okkur og þeir sem eru að koma eftir á inn á live-ið það á að vera hægt að spóla tilbaka og byrja live-ið upp á nýtt og öll live-vídeó sem við setjum á neti lifa í 30 daga áður en þetta út og svo hef ég verið að setja þessa lestra á Markús og Guðspjalli inn á YouTube líka. Ég gerði það ekki með Jóhannes og Lúkas en ég byrja að gera það núna með Markús og fólk geti hort og lesið biblíuna með okkur eftir á. Þá hefst lesturinn 11. kafli í Markús og Guðspjalli. Hann ber yfirskriftina Jesú fagnað. Þegar þeir nálgast Jerúsalem og koma til Betfage og Betaníu við Olíufjallið, sendir Jesús 2 lærisveina sína og segir við þá: Farið í þorpið hér fram undan ykkur. Leið og þið komið þangað munið þið finna fola bundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur, hvers vegna gerið þið þetta, þá svarið, Drottinn þarf hans við, hann sendir hann jafnskjótt aftur hingað. Þeir fóru og fundu folan bundinn við dyr út á strætinu og leystu hann. Nokkrir sem stóðu þar sögðu við þá: Hvers vegna eru þið að leysa folan? Þeir svöruðu eins og Jesús hafði sagt og þeir létu þá fara. Síðan færðu þeir Jesú folan og lögðu á hann klæði sín en hann settist á bak. Og margir breyttu klæði sín á veginn en aðrir lim sem þeir höfðu skorið af trjánum. Þeir sem á undan fóru og á eftir fylgdu hrópuðu: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Blessað sé hið komandi ríki föður vors Davíðs. Hósanna í hæstu hæðum. Jesús fór inn í Jerúsalem og í helgidóminn. Þar leit hann yfir allt en þar sem komið var kvöld fór hann til Betaníu með þeim 12. Ekkert nema blöð, þetta er 12. versið í 11. kafla Markús og Guðspjalls og áfram. Á leiðinni frá Betaníu morguninn eftir kenndi Jesús hungurs. Þá sá hann álengdar, laufgað fíkjutré og fór að gá hvort hann fyndi nokkuð á því. En þegar hann kom að því, fann hann ekkert nema blöð, enda var ekki fíkna tíð. Jesús sagði þá við tréð: Enginn neyti framar ávaxtar af þér að eilífu. Þetta heyrðu lærisveinar hans. Hús mitt bænahús. Þeir komu til Jerúsalem og Jesús gekk í helgidóminn
og tók að reka út þá sem voru að selja þar og kaupa og hratt borðum víxlarana og stólum dúfnasalana. Og engum leyfði hann að bera neitt helgidóminn og hann kenndi þeim og sagði, er ekki ritað, hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir, en þið hafi gert það að ræningjabæli. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir heyrðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann af dögum. Þeim stóð ótti af honum því að allt fólkið hrifst mjög af kenningu hans. Þegar leið af kvöldi fóru þeir úr borginni. Trúið á Guð. Þetta er 20. versið og áfram. Árla morguns fóru þeir hjá fíkutrénu og sáu að það var visnað frá rótum. Pétur minntist þess sem gerst hafði og segi við hann, meistari sjáðu, fíkutréð sem þú formæltir er visnað. Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi ég ykkur, hver sem segi við fjall þetta, lyftir upp og steytir í hafið, og efar ekki hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem hann mælir, þá gerist það. Fyrir því segi ég ykkur, ef þið biðjið Guð eitthvað og treystið því að þið öðlist það, þá mun hann veita ykkur það. Og þegar þið eru að biðja, þá fyrirgefið þeim sem hafa gert eitthvað á hlut ykkar, til þess að Faðir á himnum fyrirgefi einnig misgjörðir ykkar. Ef þið fyrirgefið ekki, mun Faðir á himnum ekki heldur fyrirgefa misgjörðir ykkar. Hver gaf þér það vald? Þetta er 27. versið í 11. kafla Markúsar guðspjalls og áfram. Þeir koma aftur til Jerúsalem og þegar hann var á gangi í helgidóminum, koma til hans æðstu prestarnir, fræðimennirnir og öldungarnir og segja við hann, með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér það vald að þú gerir þetta? Jesús sagði við þá, ég vil leggja eina spurningu fyrir ykkur. Svarið henni og ég mun segja ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fór Jóhannesi að skýra, var það Guð eða voru það menn? Svarið mér. Þeir ráðguðust hver við annan þetta og sögðu, ef við svörum það var Guð, spyr hann, hví trúðu þið honum þá ekki? Eða ættum við að svara, það voru menn. Það þorðu þeir ekki fyrir fólkinu því allir töldu að Jóhannes hefði verið sannur spámaður. Þeir svöruðu Jesú, við vitum það ekki. Jesú sagði við þá, ég segi ykkur þá heldur ekki, hver fól mér að gera þetta. Amen. Amen. Sko, ég man fyrst þegar ég las þennan kafla, fyrir svo löngu síðan ég þori ekki segja það, að þá áttaði ég mig ekki á þessum rosalega undirtón sem í kaflanum. Miklu meiri undirtón heldur en sko margur gerir sig grein fyrir. Nú þarna komið að því að það stutt í að Jesú verði handtekinn, dæmdur og krossfestur grafinn og reisi upp. Fram að þessu hafði Jesú gætt þess að ögra aðeins með því að gagnrýna kenningar, fræðimanna, farísea, hegðan þeirra og slíkt. En þegar hann var spurður hvort hann væri Kristur, þá leiddi hann alltaf hjá sér að svara þeirri spurningu. Hann hafði ekki viðurkennt fyrir neinum nema lærisveinum sínum og svo samviskukonunni, sem við lásum í Jóhannesarguðspjalli. En nú ákveður Jesú að gera allt vitlaust. Og ég ætla með því að fara inn í Jerúsalem ríðandi á ösnufóla. Og hvað var svona rosalegt við það? Þegar ég heyrði frásögn af þessu fyrst og útleggingu, það var aðalega að tala um að Jesú var svo auðmjúkur að fara inn á ösnufólunum. Það var ekki það sem þetta snerist um. Heldur allt aðra hluti. Og það var mikil leynd sem hvíldi við þessu, ég var að segja tiltæki Jesú, að gera allt vitlaust.
og það var þannig að hann var búinn að sjá til þess að folinn yrði til reiðu, en það mátti enginn vita að Jesú væri að útvega sér ösnufola til að koma ríðandi til Jerúsalem á honum. Þess vegna var svona kóti að lærisveinar áttu að koma bara að leysa folann, og ef einhver spyr hvers vegna gerir þetta, þá svaraði drottinn þar á svið. Þannig að þarna komu lærisveinir, en þeir sem voru með hana fola, þeim hafði verið gefin fyrirmæli að spyrja þann sem ætlaði að taka folan þessari spurningar og afhenda hann ef að svarið yrði svona: drottinn þarf hans við. Svona mikil var leyndin yfir því sem átti að fara að gerast. Og af hverju var þetta svona mikil leynd og af hverju var þetta svona stór atburður? Þetta gerðist á sunnudeginum áður en Jesú reis upp, þessi við köllum í dag pálmasunnudagur. Og ástæðan fyrir því að Jesú gerði þetta og það var svona mikil leynd yfir þessu, hana finnum við í Sakaría. Ég var búinn að merkja þetta hjá mér, en eyðilagði bókbandið, ég finn það hérna. Það í Sakaría 9. kafla, 9. vers. Sakaría var spámaður og spáði fyrir innreið Krists konungs inn í Jerúsalem, hvernig hún myndi eiga sér stað. Og spádómurinn svona: fagna mjög dóttirin Síón er sama á Jerúsalem, lát gleði látum dóttirin Jerúsalem, sjá konungur þinn kemur til þín, réttlátur hann, sigursæll, lítillátur og ríður asna, ungum ösnufola. Og hann svo segir síðar að hann muni bjóða þjóðunum frið og ríkjans muni ná frá hafi til hafs, frá fljótinu til endimarka jarðar. Þannig að þegar Jesús kemur inn í Jerúsalem með þessum hætti, þá segir hann ekki berum orðum ég er Kristur, hann segir ekki berum orðum ég er konungur, af því að það var ekki hægt að hanga hann, það var ekki hægt að handtaka hann og það var ekki hægt að rétt yfir hann, hann sagði það aldrei. En hann kom ríðandi ösnufola eins og spádómur Sakaría nokkrum öldum áður hljóðaði og það fór ekkert á milli mála hvað hann var að gera. Og almenningur vissi nákvæmlega hvað var að vera og velur að fagna honum. Og þegar hann gerir þetta, þá sér almenningur, heyrðu, nú þetta að fara að gerast. Konungurinn að koma sem mun ríkja og tími Rómverja liðinn og við ætlum að taka stöðu með honum. Og Jesú ríður hann inn, það nötrar allt í þessu pólitíska andrúmslofti. Við erum hjá þjóð sem hersetinn af Rómverjum, með leiðtoga sem þurfa að linda við Rómverjana og gæta þess að aldrei sjóðu upp úr. Og svo mann frá Galilíu sem kominn til þess að rugga bátnum, þannig að ekki bara rugga honum, heldur velta honum til og frá með þessu tiltæki. Og almenningur bregst svona við, 8. vers, og margir breiddu klæði sín á veginn, en aðrir lyf sem eru skorið af trjánum. Þeir sem á undan fóru og þeir eftir fylgdu hrópuðu: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, blessað sé hið komandi ríki föðurvors Davíðs, hósanna í hæstum hæðum. Og nú óttuðust leiðtogar gyðinga þetta verið upphaf af blóðbæði. En Jesú var að kynda undir og undirbúa það, setja þau þá stöðu að þeim fyndist þeir yrða handtakan, færa Rómverjum, ákæran, svo hann yrði krossfestur, því það var vegurinn sem Jesú var að ganga. Og svo segir Jesús fór inn í Jerúsalem og í helgidóminn. Þar leit hann yfir allt, en þar sem var komið kvöld fór hann til Betaníu með þeim 12. Og í Betaníu dvöldu systkin sem hétu Markús, Marta og Lazarus
og það kemur fram í Jóhannes guðspjalli að það var hann nýbúinn að reisa Lasarus upp frá dauðum og sagan það hefði farið allt og það í framhald af því að sú saga komið allt að hann kemur inn sem konungur og hann skapar rosalega eftirvæntingu og það titrar allt og nötrar í einu pólitíska andrúmslofti. Nú, svo sagt frá fíkjutré sem að Jesú sagði enginn neyti framar ávaxtar að þér og Sara kannski við betur við þessi atriði og eftir. Svo ekki nóg með það. Jesú búinn að í skjóli farað inn, það búið að hylla sem konung, allir að búa sig undir, hann allir bara að taka völdin og hann kemur inn í helgidóminn. Og þar var nú aldeilis brask og brall. Það var nefnilega þannig að Rómverjarnir, þeir voru með sérstaka mynd með yfirskrift keisarans og mynd af keisaranum. Það var myndin sem var notuð í Rómaveldi. En það mátti ekki fara með hana inn í musterið, en það mátti ekki vera með mynd af keisaranum þar. Svo það var búið til svona musteris peningur. Svona svo við, þar sem að menn gátu komið með keisaramyndina, skiptinni út og fengið í staðinn eitthvað sem gjaldmiðil musterisins. Með þeim gjaldmiðli og í musterinu fór gríðarlega mikil viðskipti fram. Þetta var aðal sláturhúsið í borginni og eina svona löglega sláturhúsið. Þangað komu menn til slátra skepnum og fór drottni og svo tóku þeir og svo var kjötið selt og það var keypt og gríðarleg viðskipti fóru þarna fram. Og þetta var svona aðalmarkaðurinn í Jerúsalem. Og þá gerist það, en þegar menn voru að skipta út musterispeningunum fyrir keisarapeningana, þá var það eins og hjá bönkum í dag að það kaupgengi og það sölugengi. Og víxlararnir, þeir leigðuðu aðstöðu sem var að skornu skammti og borguðu fyrir að fá að vera að víxla peningum. Borguðu mikið fyrir það, til að fjármagna þá höfðu mikinn mun á kaup og sölugengi. Þannig að hreint okur var að ræða. Og af því að það mátti ekki slátra nema þarna, þá og færa drottni fórnir til drottni svo það færast þarna, þá var sem sagt líka okur á ferðinni. Og Jesú kemur hann inn og hrindir borðum víxlarana, tekur sauðina og rekur það niður fjallið og segir þeir eru búin að gera hús föður míns að ræningjabæli. Honum líka þetta okur og hann talaði gegn okri og einokun þar sem engin samkeppni var og menn eru að sitja og standa. Samkeppniseftirlit á Íslandi hefði aldrei samþykkt þessi viðskipti. En Jesú gerði með þessu, en hvað gerist? Í musterinu, þar voru varðmenn, þar voru æðstuprestur, þar voru leiðtogar og þeir finna til vanmáttar. Jesú var búinn að reisa upp Lasarus, Jesú var búinn að halda innreið í Jerúsalem og östnufóla og skapa eftirvæntingum hann væri konungur. Almenningur var búinn að hylla hann og almenningur þoldi ekki okrið í musterinu. Þess vegna kemur fram í textunum að þeir voru rosalega ánægðir með þetta tiltæki, svona almenningur. Að Jesú skildi gerði þeim almenning var líka nóg boðið. Og það þýðir að enginn þorði að handtaka hann. Hann komst bara upp með þetta fyrir framan nefið og öllum. Og það var þvílík niðurlæging fyrir prestana og varðmennina og þá sem voru þarna stjórnuðu musterinu. Og þeir sem að þurftu að þola hratt borðunum, þeir gátu ekkert gert heldur. Og þegar að kom kvöld, þá fór hann út úr borginni, það stendur, en þeim stóð æðstu prestarnir og fræðimennir heyrðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig getur ráðið Jesú á dögum. Þeim stóð ótt á hann því allt fólki hreyfst mjög á kenningu hans og ekki minnkaði þegar að hann réðst á okrið.
Og svo kemur í ljós að fíkjutréð sem Jesús bölvaði, það var visnað og Jesús sagði að þú getur sagt, ef þú hefur trú, þá getur sagt í fjallið, steyptur í hafið og svo segir hann að og Sara fekk kannski betri það eftir því að hún hefur stúdað þetta mikið. Nú, æðstu prestarnir, þeir og prestarnir og leiðtogarnir, þeir þora ekki að ganga milli bols og höfuðs á Jesú fyrir fram af fólkið. Það kemur betur fram í öðrum guðspjöllum, alltaf þegar kvöldaði, það kom Jesú sér í burt og þeir náðu honum aldrei, þeir vildu ná honum eyrun. Það var ekki fyrir Júdas sveikan og fór með hann og benti á hverju geti náðan að næturlagi. Og þá ákveða þeir að spyrja hann, með hvaða valdi gerir þú þetta? Og þá hugsuðu þeir með sér, ef að Jesús segir, ég ger þetta með valdi Guðs, þá gátu þeir reynt að fylgja því eftir og segja síðan hann getur ekki sannað þetta, við tökum hann fyrir að segja þetta. Svo Jesú ákveður að láta þá segja með hvað valdi hann gerði það. Og hann gerir það þannig, hann segir, segið mér, var Jóhannes frá Guði ekki? Málið var að Jóhannes skírari hafði sagt hver Jesús var. Og að Jesús væri frá Guði. Og þeir voru að hugsa, ok, við segjum Jóhannes var bara frá mönnum, þá óttuðust þeir að almenningur myndi bara alveg trillast. Því almenningur trúði að Jóhannes hefði verið sendur af Guði. En ef þeir segðu að Jóhannes væri sendur af Guði, þá myndi ég segja, já, trúiði það bara því sem Jóhannes segir. Svo þeir sögðust ekki vita og Jesús sagði, þá ætla ég heldur ekki segja eitthvað neitt. Og þannig hélt Jesú öllu tens, öllu þannig víbrandi, allt þar til hann var búinn að eiga síðustu kvöldmáltíðina með lærisveinum sínum og var handtekinn og það er í næstu köflunum sem við síðar lesum. Amen. Amen, takk fyrir þetta. Já, þessi frásögn af fíkjutrénu og hvernig Jesús bölvar fíkjutrénu og svo hvað Jesús kennir eftir á, þetta er ein af mínum uppáhaldsversum í allri Biblíunni. Og það er rosalega djúp viska og kennsla til okkar á bakvið þetta. Og fyrsta kennslan er sú að það er krafturinn og mátturinn og valdið í orðum okkar. Þeir eru að ganga þarna saman snemma morguninn, Jesús og lærisveinarnir og Jesús sér þetta fíkjutré og hann bölvar fíkjutrénu og hastar á það. Svo aldrei skaltu bera ávöxt fram eða aldrei skal ávöxtur á þér vaxa. Svo líður sólarhringur og ekkert gerist, svo líður einn sólarhringur, þeir labba aftur framhjá, þá er tréð dautt. Það er visnað. Og það sem að Jesús er að kenna hér er krafturinn, mátturinn og valdið í orðunum okkar og við þurfum að staldra hérna við og velta því fyrir okkur hvað erum við að tala út og hvert erum við að beina því. Og ég man eftir því þegar ég var veik og áður en ég fekk alltaf þessa visku frá Guði til dæmis valdi í orðunum mínum og hugsunum mínum og það sem ég trúi og orðin mínum og orka sem að hafa áhrif og hafa sköpunumátt, að þá var ég með mjög svona neikvætt hugafar og neikvætt orðræðu og ég var að bölva og rífa sjálfa mig niður. Og ég var að bölva ekki bara sjálfur mér, heldur líkamanum mínum og heilsunum minni. Og það er það sem gerist þegar við tölum illa okkar eigin heilsu, líkamann okkar, okkur sjálf og okkar eigin líf, að það byrjar eitthvað að deyja innan með okkur. Líkaminn byrjar að visna. Alveg eins og gerðist fyrir þetta tré. Og þannig er Jesús að vara okkur við. Hann er að segja, passaðu hvað þú ert að tala út. Í hvert skipti sem að þú segir, ég er með ónýtt bak, eða ég er drepast í líkamannum, eða það er eitthvað alvarlegt á meltingunni minni, þá ert að gera það sem Jesús var að gera við þetta fíkjutré. Þannig að við þurfum að fara mjög varlega og hugsa okkur tvisvar áður en að við leyfum okkur að segja svona hluti og ég lifi eftir þeirri meginreglu í dag. Ef ég vil ekki að það sé satt þá er ég ekki að hugsa það og ég tala alls ekki út. Ég veit að það er stundum freistandi að byrja kvart og kvein og tala út myrkur og tala út allt sem er en það er ofboðsleg gildra frá djöflunum að hrapa í.
og það dregur dilk á eftir sér, alveg svo Jesús sýndi. Það gerist kannski ekki alveg leið, en það líður einhver smá tími og það byrjar að hafa áhrif. Og það sem þú talar út aftur og aftur og aftur og aftur, það verður. Og það það sem hann segir hérna í beinu framhaldi. Þegar lærisveinarnir segja, heyrðu, sjáðu fíkjutré sem formælti, það visnað. Og þá segir Jesús, beinu framhaldi af því, sannlega segi ykkur, hver sem segir við fjall þetta, lyftir, hver sem segir, þetta er að tala um mátt orðana, þú segir við fjalli, lyftir upp og steypir í hafið, og efar ekki hjartanu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, þá mun það gerast. Og hann er ekki að segja hver sem er frelsaður, hver sem er sterkur lærisveinn Guðs, hver sem er heilagur, hann er að segja hver. Í ensku þýðingunni segir hann whosoever. Þetta á við alla. Og þarna eru 2 lykilatriði. Það er trúin í hjartanu, þetta trúi í hjartanu og tala það út. Þetta er alveg eins og hjálpræði. Hvernig tökum við á móti hjálpræði Guðs? Við veljum að trúa í hjartanu að Jesús er drottinn og við játum það með munninum og það gerist stórkostlegasta kraftaverk sem til er. Andi Guðs kemur inn í andan okkar, endurfæðir hann og við verðum endurfædd börn Guðs, synir og dætur Guðs. Það gerist með að trúa, með að tala út. Og þetta er lögmál Guðs sem að gildir í hinu ósýnilega og það segir í Biblíunni að þessi sýnilega, þessi efnislegi heimur verður til úr hinu ósýnilega og allt sem við sjáum er orka og allt sem er til í hinu efnislega, það er einhver orka inn í hinu ósýnilega sem er að skapa og orkan þín er það sem þú trúir, hugsar og talar út, sérstaklega það sem þú trúir og talar út. Og vandinn er sá að þetta virkar til góðs og til ills. Guð, hann treystir okkur, hann hefur gefið okkur þetta rosalega vald og það sem Jesús er að segja þarna, þú hefur vald yfir lífinu þínu, þú hefur vald yfir heilsunni þínu, þú hefur vald yfir kringumstæðinu þínum, þú hefur vald yfir líkamanum þínum, en vandaðu þig og varaðu þig að vera ekki að formala sjálfum þér eða öðrum eða lífinu þínu eða heilsunni þínu. Því að það sem þú trúir í hjartanu, það er það sem að þú talar út og það sem þú talar út og trúir í hjartanu, það verður. Og það er okkar sem lærisveinar Jesú Kristi, sem við tekjum út í Jesú Kristi, að vinna með heilugum anda, heilagur andi kennarinn okkar, í að endurnýja hugarfar okkar og setja innsigla varir okkar. Og þar með, og þegar við gerum þetta, segir í Rómverjabréfinu 12. kafla, við eigum að umbreytast með hinu nýja hugarfari. Og Jesús er að kenna okkur hvernig getum við breyst, hvernig getum við breytt okkur, lífin okkar, heilsun okkar og svo framvegis. Það byrjar hérna að innanverðu. Alltaf oft erum við að leita að orsökum og ástæðum í ytra umhverfi. Við erum að hugsa með okkur, af hverju er ég svona veik eða veikur? Ég hlýt að vera að borða vitlaust, hreyfa mig vitlaust, það gerðist eitthvað í barnæsku sem er að gera mig svona veikan, það er eiturefni í tækjunum og í matnum og í umhverfinu. Jesús er búinn að lýsa alla fæði hreina, hann segir ekkert af þessu getur skaðað þig. En ef þú trúir því að þetta sé að skaða þig og þú talar það út, þá getur það skaðað þig. Ekki út af því að það er eitthvað að því eða það sé skaðlegt, heldur af því að þú trúir því í hjartaninu og ert að hugsa það og tala það út. Þetta skiptir rosalega miklu máli. Og þetta er algjört lykilatriði fyrir okkur að við fáum eins og opinberun frá Guði og við byrjum að vinna með heilugum anda í að endurnýja hugarfarið og innsigla varir okkar. Það þýðir við þurfum að hætta öllu neikvæðu sjálfsniðrifi, það er algjört eitur. Við þurfum að hætta öllu veikindatali og veikindahugarfari, kvíðatali, kvíðahugarfari. Við þurfum að taka út allt tal það að eitthvað slæmt sé að fara að gerast, að við séum svo óheppin, að ekkert gott komi fyrir okkur og svo framvegis og við skiptum því út fyrir það sem er blessað og gott. Það segir við að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist, að líf og dauður og tunguna valdi. Og þetta er eitthvað sem að gerist ekki á einni nóttu. Þetta er eitthvað sem við þjálfum okkur og vinnum með daglega og vinnum með heilugum anda. Við biðjum hann um að opinbera fyrir okkur, við biðjum hann um að hjálpa okkur og ég mæli svo mikið með að hlusta daglega á hugleiðslubænir Frelsiskirkjunnar. Þær eru sérhannar til þess að hjálpa ykkur að endurnýja hugarfarið með heilugum anda og gera þessa innri breytingu á okkar innri manni
með heilugum anda og vinna í því daglega, af því að það er lykillinn. Við þurfum, þetta er lífstíl. Okkar líf með Kristi og okkar andlega umbreyting og okkar andlega þroskaferðalag með Jesú Kristi er ekki eitthvað sem við gerum einu sinni í viku. Þetta er eitthvað sem við gerum á hverjum einasta degi með heilugum anda. Og eftir að ég tók á móti Jesú og hann mætti mér í hugleiðslubæn, þá hafði ég verið að leita lækningu og ég fann Jesús. Ég byrjaði strax og hann byrjaði að segja mér af hverju ég hafði verið svona veik og var meðal annars að benda á hugarfarið og það sem ég var að tala út, hvernig ég hafði verið að bölva sjálfur mér og mínu eigin lífi og talaði niður. Og ég byrjaði strax að vinna með Jesú á hverjum einasta degi. Að fyrirgefa fortíðinni, umbreyta hugsunum mínum, hugleiða og biðja á hverjum einasta morgni. Og það tók svona 8 til 9 mánuði, þá var ég orðin algjörlega frjáls frá þessari mataþráhyggju og átröskun, frá krónísku verkjavandamáli sem ég hafði glímt við í nokkur ár, frá kvíða og ofsakvíða og svefnvandamáli og síþreytu. Og þetta gerðist 2019 og ég er búin að vera læknir síðan. Þannig að ég veit að Jesús er læknirinn okkar og hann vill lækna okkur og hann hefur þegar læknað okkur en það er okkar að taka við lækningunni. Og þá þurfum við að gera þessa innri umbreytingu. Þannig að hann segir, það sem þú trúir í hjartanu og það sem þú talar út, það mun gerast. Svo segir hann líka, þegar við erum að biðja Guð, föður okkar, eitthvað, að það er svo mikilvægt að þegar við erum að biðja Guð eitthvað, að þá trúum við því að við höfum þegar öðlast það. Þetta er svona svolítið samræmi við það sem fólk er að kenna, hvernig manifestu við hluti og það byggir bara á lögmálum Guð sem við talaðum í Biblíunni. Það trúa, tala það út, hugsa það. Þannig að þegar þið er að biðja Guð að blessa ykkur eða gefa ykkur eitthvað þá er að trúa því eða velja að trúa því að við höfum þegar öðlast það. Þannig að við erum að biðja Guð lækningu, þá þurfum við að stilla hjarta okkur þannig að við veljum að trúa því að við séum nú þegar læknuð. Óháð því hvað líkaminn okkar er að segja okkur eða læknirinn okkar eða tilfinningar okkar, við hlustum á Guð og við trúum honum framar öllu öðru. Og ef við gerum þetta, þá mun Faðir okkar á himnum veita okkur það sem við erum að biðja um. Það er það sem stendur. Og síðan undirstrikar hann mikilvægi fyrirgefningarinnar sem er algjört lykilatriði. Eins og ég sagði áðan, eina af þessum 3 meginrótum sem að Jesús opinberaði fyrir mér að voru að gera mig svona rosalega veika, það var ófyrirgefning. Ég hafði aldrei fyrirgefið neinum neitt og alls ekki sjálfur mér, sem gerði það verkum að bara öll áföll fortíðar og svikin og erfiðleikarnir og allt rugli og bullið og þrengingarnar og allt sem hafði gengið í gegnum, það var allt óuppgert. Og það var bara einhvern veginn svona uppsöfnuð neikvæð orka í hjartanum mínu og líkamanum mínum og sálinni minni og kraumaði þessi óuppgerða vanlíðan og þessi óuppgerðu áföll kraumuðu innra með mér og triggeru og svo ef ég triggeraðist þá blossaði það upp. Þannig að fyrirgefningin er algjör lykill og við notum fyrirgefninguna rosalega mikið í hugleiðslubænunum og að sýna okkur sjálfum miskunnsemi og hlýju og ást og skilning og kærleika. Það að vera sinn eigin versti óvinur er bara ávísun á mjög óheilbrigt og vansælt líf. Við þurfum að taka við kærleika Guðs og svo þurfum við að beina þessum kærleika ekki bara til annarra, heldur líka til okkar. Og það var líka eitt af því sem Jesús opinberaði fyrir mér. Þannig að ef að þú sem ert að hlusta núna eða horfa hefur verið að glíma við kvíða eða mikla vanlíðan eða sjúkdóma eða veikindi eða þrengingar eða erfiðleika og þú tengir við eitthvað þessu sem ég er að segja, að þá hvet ég til þess að leita heilags anda. Bara hrópa á hann, kalla á hann. Það skiptir ekki máli nákvæmlega hvað þú segir eða í hvaða röð eða hvaða orð þú notar. Það eina sem það er bara einlægt hjarta. Guð, ég vil taka við þér. Jesús, ég vil taka á móti þér og trúa á þig. Ég vil eignast þetta eilífa líf í þér og ég vil taka við lækningunni sem að þú gafst þegar þú gafst líf þitt á krossinum og bara byrja að eiga þetta samtal við hann. Leið og þú byrjar að opna hjartaðið fyrir Jesú, þú serð hann ekki með þínum sýnilegu augum en þú munt byrja að finna fyrir hann. Leið og þú mætir honum með einlægt hjarta og byrja bara að tala, bara segðu bara hvað þið liggur á hjarta, ekki reyna að vera eitthvað annað en þú ert. Guð, hann sér hjartaðið,
Hann þekkir þig betur en þú þekkir þig sjálfur eða sjálf. Hann veit alla þína fortíð og það eina sem Guð vill bara að fá þig inn í sitt ríki, bjarga sálinni og blessa þig og eiga við þig náið persónulegt samband og samfélag. Og það það sem Guð Hann ekki bara faðir okkar á himnum og Guð, hann er pabbi sem elskar okkur og vill að við göngum með honum í gegnum þetta líf, dag frá degi, í okkar daglega lífi. Hann vill sjá fyrir okkur og blessa okkur, en hann vill líka aga okkur og hjálpa okkur að umbreytast og verða líkar í Jesú Kristi, og það það sem þetta snýst Þegar við erum búin að taka á móti Jesú, að þá förum við inn í þetta stórkostlega ævintýri sem getur líka verið erfitt, og það þessi umbreyting og þessi þroski að ganga með Jesú, og til þess að geta bara farið frá fortíðinni, þá þurfum við að fyrirgefa. Ef við ríghöldum í fortíðina og áföll fortíðar og allt sem að gerðist, þetta slæma og alla sem að bruti gegn okkur eða voru vondir við okkur, þá við komumst ekki áfram. Þetta eins og að halda í risastóran bagga fullan af einhverjum miska og neikvæðum tilfinningum og reiði og gremju og ótta, og hann er svo þungur að þú nærð ekki að draga hann lengur og eftir, og þú bara situr kyrr og heldur í þetta og þú kemst ekki löndin strönd. En Guð, hann sagði, ég gefi ykkur vonaríka framtíð. Hann vill gefa okkur framtíð og hann er með hlutverk fyrir okkur og hann er með tilgang fyrir okkur, og við vorum sköpuð til góðra verka og til þess að eiga samfélag við föður okkar á himnum. Við getum ekki tekið allan þennan áfall að baka með okkur ef við ætlum að fara inn í dýrðina með Guði. Við getum ekki verið að draga þetta eftir okkur ef við ætlum að taka við vonaríku framtíðinu sem Guð hefur fyrir okkur, sem er full af ljósi, full af blessunum og full af gleði og stórkostlegum hlutum með Guði. En auðvitað það líka þannig að við þurfum að taka erfiðar ákvarðanir. Við þurfum að velja það að fyrirgefa þegar okkur finnst erfitt að fyrirgefa. Og þegar við áttum okkur á því að fyrirgefning það að fyrirgefa því að fá frelsi frá, að þá verður það miklu auðveldara. Af því að þegar við viljum ekki fyrirgefa, þá erum við í rauninni bara að gefa þeim sem að meiddu okkur áframhaldandi færi á að halda áfram að særa okkur. Í staðans að segja, ég ætla að vera frjáls frá þessari manneskju, ég ætla að vera frjáls frá því sem hún gerði, og jafnvel og við okkur sjálf. Stundum höfum við verið verst við okkur sjálf, rekið okkur áfram á svipunni, verið með neikvætt sjálfsniðri, rifið okkur niður, ásakað okkur, dæmt okkur, sagt og hugsa ljóta hluti okkur sjálf, haft enga trú á okkur, meitt okkur, og þá er oft mikilvægasta fyrirgefningin að fyrirgefa sjálfum sér. Og það skiptir líka rosalega miklu máli svo við getum hvatt það sem er liðið og farið inn í nýja framtíð með Guði. Amen? Amen. Amen, ég langar til að biðja fyrir ykkur. Ég þakka þér, Faðir, fyrir alla þá sem eru að hlusta og eiga eftir að hlusta. Ég þakka þér, Faðir, að þú hefur fyrirgefið syndir okkar. Í Jesú nafni tala ég ljós þitt og fyrirgefningu þína inn í sérhvert hjarta. Í Jesú nafni þá bara opna ég öll hjörtun sem eru að hlusta svo þeim við taka á móti þér heilaga andi, þinni speki og þinni visku og þinni lækningu sem þú hefur sent í gegnum orð þitt. Í Jesú nafni þá bara tala ég biblíuvakningu yfir alla íslensku þjóðina, ég tala hungur og þorsta inn í sérhvert hjarta eftir þér, Jesús, og ég tala náið og heilbrigt og stórkostlegt samfélag við þig inn í líf hvers og eins. Í Jesú nafni þá blessa ég alla þá sem eru að hlusta. Í Jesú nafni þá blessa ég heilsuna þína og líkamanninn og hugsanir þínar. Ég herti hverja hugsun til hlýðni við Krist og ég rek út allt það myrkur sem hefur reynt að koma gegn hugarfarinu þínu, sem hefur ráðist á tilfinningar þínar. Ég rek það út núna og ég tala gleði, frið og blessun Jesú Kristin í hjarta. Og ég bara tala þessa nýju vonaríku framtíð sem að Faðirinn á himnum hefur gefið inn í hjarta og inn í sálina þína. Og ég þakka þér, Faðir, að þú gefur okkur öllum sýn. Og ég þakka þér, Faðir, að þú ert að fara að sýna okkur meira og meira og meira. Og ég þakka þér, Faðir, að þú talar til okkar allra og að við erum þínir sauðir og við þekkjum raust þína. Af því að hjartað í okkur brennur þegar þú talar. Við vitum það. Og ég bara bið fyrir öllum þeim sem eru ófrelsaðir ennþá, óvissir, að hugsa máli, ég bið að bara opinbera sjálfa þig fyrir þeim og einn eða annan máta í draumi eða sýn.
eða eitthvað slíkt og draga þau til þín í Jesú nafni. Amen. 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 Takk kærlega fyrir að lesa með okkur í kvöld og við ætlum að lesa 12. kaflann í Markúsarguðspjalli annað kvöld á slaginu 9. Við sjáumst þá. Bless og góða nótt. Góða nótt.